Góða kvöldi, við erum velkomin í Akraneshöllina á leik Kára og IH í þriðju deild karla. Auðun heiti ég og með mér í dag er Hilmar Halldórsson, leikmaður Kára. Velkomin Hilmar. Takk fyrir. Þú ert meiddur í dag. Geturðu aðeins sagt okkur hvað er að hrjá þig? Herðu, ég er með örlítið brjósklos í bakinu. Já. Og ég spilaði fyrsta leikinn í deildinni og hef ekki spilað leik síðan, sko. Ég veit ekki hvað ég er lengi frá og hvað þetta mun taka langa tíma, en það kemur ljós. Já, þetta er högg fyrir Káramenn og þú sést ekki með. Þú ert með gríðarlega reynslu með Káraliðinu með 70 leiki og 10 mörk og það er rauninni einungis Marn og Hilmar sem er á bekknum í dag sem er með fleiri leiki í þessu liði. En við byrjum bara að fara aðeins yfir liðin í dag. Við byrjum á gestunum í markinu er nr. 1 Viðar Logi Pétursson, nr. 4 er Arnór Pálmi Kristjánsson fyrirliði, nr. 7 Gísli Þröstur Kristjánsson, nr. 10 Brynjar Jónasson, nr. 11 Kristófer Dan Þórðarsson, nr. 20 Róbert Andri Árnason, nr. 22 Róbert Þór Valdimarsson, 23 Andri Jónasson, nr. 26 Dagur Þór Hafþórsson, nr. 34 Anton Ingi Sigurðarsson og nr. 77 Tómas Bjartur Björnsson. Áferðum við lið byrjanlega Káramanna. Í markinu eins og síðustu leiki er Kristján Hjörvar Sigurkarlsson, nr. 15. Nr. 2 Benjamin Mehits, nr. 3 Óskar Vaslevski, nr. 4 Tómas Týr Tómasson, nr. 8 og fyrirliði í dag Sigurjón Logi Bergþórsson, nr. 9 og markahæsti leikmaður Káramanna á þessu tímabili er Hektor Bergmann Garðarsson, nr. 10 Mikael Hrafn Helgason, nr. 13 Arnór Valur Ágústsson, nr. 22 Sveinn Svavar Hallgrímsson, nr. 23 Axel Freyr Ívarsson og nr. 29 Þór Lóris Þórðarsson. Varamenn hjá IH í dag eru nr. 2 Ragnar Darri, nr. 3 Bjarki Dan, 8 Dagur Óli, 11 þinn maður Sævar Leó. Já, minn maður. Það voru saman út í háskólaboltanum. Já, heldur betur. Það er komin á bekkinn, það er gaman að sjá. Nr. 16 Róbert Leó, nr. 89 Hákon, nr. 99 Bergþór Snær. Á bekknum á Káramönnum í dag er varnarmaður Logi Mar, nr. 5 Gísli Fannar, nr. 14 Kolbeinn Tumi, nr. 18 Börkur Bernhard, nr. 19 Björn Darri, nr. 23 Kristján Mar og DJ-in sjálfur, nr. 37 Marn og Hilmar. Kóngurinn. Þetta er gríðarlega ungt lið hjá Káramönnum í dag. Já, þetta er mjög ungt, sko. Það er ekki margir hana með mikla reynslu, nema kannski Óskar, Benni og Þór sem eru með einhverja alvöru reynslu og Mikael í þessari deild, sko, þannig að það var gaman að sjá maður. Já, það voru margir að fá tækifæri í, þetta er þessi uppeldisstefna hjá IA, leyfa ungu leikmönnum að spreyta sig í meistaraflokksbolta hér með Kára. Káramenn gengur mjög vel. Í öðru sæti með 13 stig, 6 leikir, búin að skora flest mörk í deildinni. Já. IH er í 7. með 6 stig, þetta er svolítið tvískipt deild. Það eru efstu 5 liðin eru öll mjög jöfn. Augnablik er á toppnum með 15 stig og svo koma Kári, Víðir, Árbær og Magni öll með 13. En svo er seinni hlutin á deildinni líka jafn og það er alvöru pakki, sko. Í 7. sæti öll liðið með 7 stig og svo koma IH, Sindri, KFK og Hvítirittarinn öll með 6 stig og þar í næstu sætunum eru Vangi Júpiters með 4 stig og KVF með 3. KVF er ekki að KVF búið að tapa síðustu 5 maður. Það gengur ekki vel á KVF. Það er bara ekki að. Sem að kannski á Autopark. Já. Sjáum liðin lappa hérna á völlin. Þór Lóris og Óskar Vasilevski síðastarlega pinna og vel kokki. En já, maður er bara orðinn mjög spenntur fyrir þessum leik. Já. Síðast þegar að IH mætti í höllina á unnu Káramenn 4-1 og þar fór mikið Hilmar Elís. Hilmar Elís Hilmarsson setti 3 hægri bakgrunn og já, það mætti halda að Jón Þór Hauksson hafi verið í stúkunni í þeim leik því að hann mætti bara beint í startið hjá þeim. Já. Núna og já, Hilmar var frábær með Kára á síðust tímabili og hefur verið þolinmóður á bekknum hjá Skagamönnum í sumar. Hann er komin í startið eins og við sjáum hvernig það er nú í næsta leik. Já, hann er að fylgja þessari hefð í rauninni að eiga gott tímabil með Kára og komin á bekkinu á IA. Já, það er svolítið uppskriftinn. En
sumir í gegnum tíðina hafa nú farið lengri en það. Hlynur Sævar var hjá IA tekinn á bekkinn hjá IA og heldur betur komin inn í liðið þar, einn af lykilleikmönnum Liðið ársins í fyrra í fyrstu deildinni. Heldur betur, 11 mörk eða eitthvað. Ótrúlegt. Hvernig heldur uppleggið hér sé í dag hjá Káramönnum? Káramenn eru bara að fara að halda í sinn bolta, sko. Þetta er bara að byggja upp með þremur og að finna Skóri Lórens í lappir og hann er að fara að kúka eitthvað hérna á hægri kantinum. Já. Ég held að hann verði heitur í dag og ég spái þessum leik 4-2 Káramenn. Það er ekki sjaldan sem við fáum mörkin hérna í höllinni á Kára. Það er svolítið þemað. IH-menn á þessu tímabili, bæði lið hafa skorað í öllum leikjunum hjá þeim. Já. Þannig að bæði lið eru mjög líklega að fara að skora í þessum leik. Káraleikirnir er alltaf helvíti skemmtilegir, sko. Dómar í dag er Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson og honum til liðsauka er Jón Reynir Reynisson og Rikardas. Þorfinnur fyrir hann flautanleik á. Leikur hafinn inn í höllinni. Gaman að sjá að Albert Hastens og Daniel Þór Heimisson eru mættir í stúkuna. Já. Þeir hafa ekki tapað, þeir hafa ekki tapað mörgum leikjum í höllinni. Nei. Sem liðsstjóri og leikmaður, það er nú bara þannig. Þetta er Daniel Þór Heimisson með eitthvað ótrúlegt rekordina sem liðsstjórinn í höllinni hefur alltaf tapað leik. Hann Kristján Hjörvar, hann er ekki uppáldið Skagamaður. Nei, hann var í yngri flokkum í Val. Já, einn af þeim fáu. Hann fekk einhverja leiki, meistaraflokksleiki með Val. Svo kom hann bara í það annarflokksprojekt hérna í fyrra held ég, eða núna. Ekki alveg kláraði. Fyrra, alltaf ekki verið fyrra. Hann fær trausti, búinn að fá trausti í þetta leiki. Þetta var bolti upp frá Óskari. Það er vel. Tómas. Sýrumlagi. Þór yfir á Axel. Heldur honum. Það er horn, fyrsta hornið. Það er sjálfsögðu Þór sem að tekur þetta bara. Já. Máni hefur verið að taka hornið fyrir Kára. Hann fekk rautt í síðasta leik í Sigurríkja KF útivelli. Hann er ekki með í dag. Viðar gerir vel. Sveinn. Tilbaka. Arnór Valur hefur líka verið að koma inn. Hefur verið að byrja síðustu leikinn með Kára. Fullt af yngri landsleikinn þessi gaur og Valur efni, sko. Já. Tómas. Þá heldur bolta, setur hann yfir á Dag. Gísli setur hann fyrir. Benni gerir vel. Það eru tvíburar í IH-liðinu. Já. Brynjar Jónasson og hvað hét? Andri Jónasson. Þeir eru mjög góður í þessari deild og eru með alvöru hellinga reynslu í þessum neðri deildum, segi ég. Þeir eru 30 árinu. Þeir eru svona tölvöld eldri heldur en leikmenn Kára. Fyrir utan kannski. Þeir fara alltaf í sama lið, sko. Þeir eru ekkert mikið að fara í seikkvort liði. Þeir eru bara svona pakki. Já, þeir bara vilja bara vera saman í liði. Mörkin eitthvað þærlegt fyrir þeim hana. Kemur hornið. Kristján gerir vel. Sveinn. Það er nægilega góð sending hana.
Viktor Bergman, hann búinn að vera drjúgur. Já, vel heitur á undirbúningstímabilinu, var held ég markahæstur lengi bikarnum. Já. Hvað er það, 5 mörk núna? 5 mörk núna. Það væri auðvelt að fara hérna bera saman við pappans. En hann taka miklu framförum núna síðasta árinu hann Hektor og mun bara starta líklega alla leiki hérna með Kára. Það verður gaman að sjá hvað hann að pota inn mörgum, sko. Já, heldur betur. Einungis 19 ára gamall. Já. Mikael í nýja klippingu. Já. Klikkar ekki á klippingu á mækarinn, sko. Nei. Hvernig? Kárminn svolítið í löngum boltum. Já. Gengur ekki beint á Viðar. Svo setur hann tilbaka. Skipting og þungt touch hana. En Viðar setur hann bara í horn. Tekur enga séns á. Bara svolítið mikið af löngu boltum hjá Kármönnum. Heldur að sé eitthvað að reyna stílinn á hraðan fram á við hjá Kármönnum. Já, Axel vinstri kantur náttúrulega alvöru orka í þeim gæða, sko, þannig að kannski eru Kármenn að nýta sér það. Benni hendi á Axel. Klaugalegt. Hittar hann ekki, það haldur hann Kristján. IH halda boltanum. Þessi leikmann nr. 11, Kristoffer Dan, var í Haukum. Ég veit ekki fyrra, hann hefur verið mikið í Haukum, hann alvöru spilari. Með fína reynslu í inkasso-deildinni líka. Já. Sveinn á Þór. Mikael. Skiptir yfir Axel. Og Þór Lóris með bolta fyrir utan teig. Rétt og framhjá. Þetta er það sem að Þór vill gera, koma inn á við og nota þessa eitruðu vinstri vörn. Viðar ætlar að sparka þessu langt. Þið þarf að passa loftið. Ekkert á þetta.
17. Það er með langa bolta yfir á Engan. Það sækir hann bara. Það er ekki leik. Sigurjón langur þarna. Yfir skoppar hann að Óskari en brot. Það eru tveir aðrir leikir í gangi í þessari deild karla. Vængey Júpíters KFK, það er staðan 0-0 þar en Elliði komið 1-0 yfir á móti Hvíta Riddaranum. Góð hugmynd á Hektor. Hektor Bergmann. Já. Vel gert á Axel, þú sendi það niður. 1-0. Hektor Bergmann skora sitt 7. mark. 7. mark í deildinni. Það var vel gert. Við erum bara að mista af þessu. Við erum ekki með endursýningar í dag. Nei, við erum að prófa nýtt kerfi. Það er komið nýtt kerfi hérna og við erum bara að afsaka það. Við treystum okkur ekki alveg í það í dag. Nei. Kannski síðar. Ég spólu bara tilbaka, vil ég sjá þetta. Hektor er nú næst markaðastur í deildinni, núna með 6 og eftir Arnari Laufdal, leikmanni Augnabliks. Fréttaritara. Fótbolti.net. Ekki er það slæmur félagsskapur. Elliði konur í 2-0. Já. Þetta þýðir að Káramenn eru komnir á toppinn. eins og staðan er núna. Augnablik að spila á morgun, eða? Já, ég held að. Já, Augnablik á Magna. Á laugardaginn. Á laugardaginn. Klukkan 4 ef þið viljið kíkja á þann leik. Í Kópavogi. Hektor, góð setting á Þór Lorenz. Þór er eittina og klára þetta Þetta er bara 2-0. Já. Lorenzinn. Er þetta liðið 48 sekúndur á milli markana? Þetta var bara mjög auðvelt. Þetta var bara vel gert hjá Hektori. Vel gert hjá honum að sjá hlaupið á Lorenz. Marko stöðsending. Já. Já, Hektori. Já. Það er komið ný aðstæða fyrir myndavél eftir að okkur kalla í að þurfti að spila nokkra leikinn í höll. Það var bara bombað í myndavél stúku. Það er svona töluvert skemmtilega að horfa á þetta svona. Og myndavélinn það er frækni Ingimar Elvar. Óskar. Lesi þetta bara.
tilbaka. Þessi náttúr. Fyrirgefinn, Kristján, gerir vel. Arnór, Tómas. Óskar. Sér hlaupið en tekur hann ekki. Tómas gerir það. Fín skipting yfir Axel. Sigurjón tekur hann með sér. Boltinn fyrir á Hektor. Góð sókn á Káramanum. Aðeins og hátt. Káramann þekkti fyrir að pressa hátt líka, sko. Vinnur hann að Tómas. Þetta myndar hjá Mikael. Hektor heldur hann vel. En hvað fyrir að gera góð pressu. Kemur Brynjar. Fyrir inn á við. Skar gerir gríðarlega vel. Hektor. Sterkur hana. Hendur hann bara tilbaka. Getur verið að flækja þetta. Káramann halda boltanum bara vel. Næsti leikur hjá Káramönnum er á Höfn í Hornafirði. Úti á móti Sindra. Sunnudaginn í næstu viku. Það er alltaf frekar erfitt ferðalag. Það er langt. Og langt. Sér Logi spilaði nú með þeim. Já. Smá stund. Hvað var það, 2 tímabil eða? Já, 1 eða 2. Alvöru Rembíkur, sko. Spilað þar. Já. Axel. Tekur menn á. Hann bara missir hann hana frá sér aðeins mikið. Brot. Leikmaður nummer 77, Tómas Bjartur, það er forsetasonur. Það er svoleiðis. Sonur hennar Höllu. Næsta. Það er stórt. Touch. Ekkert að frétta hana fram á því. Mikael. Heldur honum. Mækarinn. Ég veit ekki alveg hvort hann hafi verið mikið að spila á miðjunni síðustu leiki, en hann byrjaði tímabilið allavega í 10-inu. Með Sigurjóni þar. Sterkt að fá hann niður á miðjuna. Gott bólkontról í þeim gæði. Tómas skiptir yfir á Svein. Óskar. Óskar og Þór. Káramann að fá alvöru tíma á boltanum. Mikael missir hann. Þetta var á ekki neitt nema Kristján í markinu. Hann kemur Tómas. Sigurjón. Axel. Arnór og Benna.
kannski meiri svona yfirvegun í þessu Káraliði sem núna í ár heldur en hefur verið síðustu ár. Það eins og við sáum í fyrra að koma hana góð runa af rauðum spjöldum hjá Kára nokkra leiki í röð. Það var fyrstu 5 leikirnir í fyrra og voru bara 4 rauð. Já. Það er ekki í lagi. Það hvað er með 1 rautt núna held ég? 1 rautt. Það var yngsti leikmaðurinn. Já. Það er búið að missa nokkra svona stóra pósta frá því fyrra en það virðist bara að vera endalaust af efnum leikmönnum í annan öðrum. Já. Það vantar ekki að skoða hann sko. Það er Hafþór Guðfinnur, Hilmar Elís og fleiri sem ekki í ár sem voru í fyrra. Já. Það er að glemja ykkur sko. Já. Ara Þór með hornið, útsving. Langur, Tómas, eins og hár fyrir hann, hildur honum. Gerir vel. Annað horn. Bara Þór aftur. Góð mæting í höllina hérna. Það er rúglega. Nokkru tugir manna hérna. Þór með neglu inn í, eða fórhaldur inn í. Arnór. Penna. Viðar. Gripur hérna bara. Í leik. Andri. Kristoffer. Kristoffer. Góð skipting yfir. Þetta fyrir. Bolti. Já. Kristoffer. Mikael gerir vel. Þór Lorenz með loppan. Skipting yfir með hægri. Sigurjón Logi tekur hann niður. Gerir vel. Hector Bergman kominn í gegn. Hann er hann. Hann er inni. Hann er réttstæður. Hann er tótt niður. Það var vel gert hann hjá Þór Lorenz og Sigurjón Loga. Ætlum við að halda að þetta sé yngsta liðið þessari deild? Káramenn. Já, heldur við það. Góð spurning sko. Það er ekki einn leikmaður í byrjunarliðinu sem er fæddur á síðustu öld. Það er ekki einn leikmaður í hópnum sem er fæddur á síðustu öld. Maran og Hilmar. Já, það geta alveg verið. Við þurfum að fara í gögnin. Við skoðum þetta á leik. Herðu. Bolti í gegn, Kristján. Stjáni. Örfættur. Örfættur. Lorenz skiptir yfir, vel gert. Sveinn Svavar tekur hann með sér. Ekki skjóta. Nei. Nei, hann hefði nú bara átt að skjóta. Út af. Já.
Tómas. Óskar. Tilbaka. Kristján. Kristján. Bakgrunning. Þór. Pressa hana. Halda boltanum. Íhamenn. Gerði þetta mjög vel. Tómas. Arnór. Skiptir yfir á Andra. Rangur. Mínútur búin á þessu leik. Kári 2, IH 0. Markin skoraði Hektor Bergmann og Þór Lorenz. Á mjög stuttum kafla. 1 mínúta milli markanna, sko. Já. Annars hafa ekki verið mörg færi svona fyrir utan það, en Nei. IH-menn skapa sér mjög lítið. Káramenn einhverja hálffæri. IH-menn eigi nú bara ekki skot á markið eða að markið. Nei. Óskar. Miða Þór finnur hana í vassanum. Gert Þór Lorenz. Mikael framlengir yfir á Arnór Val sem að setja hann í bóksið á Hektor, en hann er hann ekki. Benni tekur hann niður. Sveinn af að þetta er vel Sveinn inn í þetta. Kristoffer var allt of Sveinn hann. Það var nú Sveini. Smá pyrringur hérna í mönnum. Þór Lorenz með boltann inn í. Bakgrunninga Tómas. Já, það var bakgrunning. Þetta er nú það var eitthvað rólegur leikur bara, eða? Já. Það er svolítið bara Kári halda boltanum og Káramenn að stjórna þessu, sko. það er við nú sé það ansi oft hérna í höllinni að Káramenn hega svolítið til að gleyma sér í gleðinni og þá endar þetta í einhverju algjöru vitleysu, en alltaf gaman samt. Já, alltaf stemming, sko. Maður ætla ekki að jinxa neitt, ekki segja. Nei. Hits. Hann fór upp í loft á hann fór út. Finnst mér. Það eru hérna 3 hjá Kára, eru 3 þjálfarar skráðir sem þjálfar, engin aðstoðarþjálfari. Það eru allir skráðir sem Já. Andri, Aron og Alexander eru allir með Kára og annar flokkinn saman hér. Það var kannski nýja sendinguna, en Aron Ímir reyndar ekki að bekknum í kvöld. Nei. Það eru Andri og Alexander Aron sem eru á bekknum í kvöld. Andri Júl, náttúrulega Kára legend. Heldur betur. Hann gæti verið ennþá að spila, sko. Hann er í, held ég. Með á æfingu sinni?
Já, alveg stundum í marki og ræðilegur. Tuðar vantilega ná. Já. Hann gleymir því ekkert, sko. Sveinn. Pakka Óskar. Þannig bara Ekki sendi ekki Óskar í vas með vinstri, takk. Þór Lorenz sem snýr inn í mannin en heldur á samt sem aður. Tómas Týr. Tómasson. Gert hjá Dóma. Sýtur niður. Sérlega á... Arnar Val næstu því. Tómas Týr. Góð tackling. Góð tackling hana. Koma Hafríkarnir. Káramenn eiga þennan bolta. Mikael með góða varnarverð hann, alltaf var hann að spila bakverði með Víkingi Ólafsvík þegar hann var þar. Já. Var í 2-3 tímabil þar. Það gerir vel að það er 2-0 fyrir KFK á móti Vængjum Júpiters. Elli er ennþá 2-0 yfir á móti Hvíta Riddaranum. Er þetta eftir bókinni, cirka? Já, svona, myndi segja það. Þetta er aðeins að... Kristoffer aftur seinni tæklingu hana, Gali hann dæmir ekki. Gerði Kristoffer, Þór las þetta mjög vel. Axel, alveg chest. Þetta er svona, það eru línundar aðeins að skýrast betur í deildinni. Þetta er að breytast núna í svona þrískipta deild. Já. En það eru fleiri leikir eftir í þessari umferð. Einn á morgun og svo 2 leikir á laugardaginn. Það eru ferðaleikirnir eins og maður segir, Magni á Greinavík og Sindri frá Höfn í Hornafirði að koma til Reykjavíkur. Hann dæmir ekki neitt. Hann dæmir ekkert á þetta. En það var ekkert á þetta. Í skotið. Rétt yfir. Gárugarnir sögðu fyrir tímabil að þessi deild myndi tvískiptast og það er heldur betur að sanna sig. Já. Eftir hvað, 6 umferðir eða eitthvað? Nei, meira. Þetta er 7. Baldvin Borgas, svokallaður sérfræðingur, spáði því og það tók ekki nema 7 umferðir, eða 6. Það er bara hárrétt. Þjálfari Árbæjar. Já. Þeir sitja í fjórðasæti. Já, við erum búin að segja þér. Alveg project í gangi þar. Já. Sveinn Þór skrýtna sendingu en Óskar nær að bjarga honum hana. Kristján. Já, það er leysa bara úr þessu. Þór gerir vel. Spila. Vippa hann inn á Brynjar en hann er rangur. Já, menn eru svona aðeins að komast meira í leikinn. Já. Það var ekki að skapa sér mikið en tengja sendingar. Kristoffer. Brynjar. Óskar gerir vel. Gert hjá Óskari. Þór Lorenz. Flengir hann yfir. Nei. Ekki þetta skipti. Brynjar. Arnar Valur. Sonur Gústaf Vals. Svo upp í.
Brynjar gerir vel. Sveinn kemst inn í þennan. Anton tekur hann niður. Kemur fyrirgjöfin. Bent á Arnór, Axel. Mikael hreinsar á Sigurjón Loga sem heldur hann alveg gríðarlega vel. Sigurjón Logi alveg útrúlega sterkur. Mikael sem fyrir aftan sig, hann vinnur hann tilbaka. Gerir vel. Tómas. Nei, drengur. Erfið sending. Svona í skrefinu. Arnór, Hector. Það hlýtur einhvern spjald. Fyrsta gula spjaldið. Fyrir Hector Bergman. 10 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik. Svo síðustu mínútur hafa IH verið töluvert meira með boltann heldur en fyrsta hálftíma kannski og hafa svona verið að fara sér framar en við erum ekkert skapað neitt dauðafæri. Boltinn Lillsending hana. Sveinn Svavar af stað á Hector. Slóður. Við glemdum að minnast á einn mann áðan, Hilmar, sem er ekki með í ár. Fylkir Jónsson. Já, Fylkarinn maður. Hann er bara kominn á golftúrin í staðinn. Hann er kominn, hann hefur allan í bili, við maður veit alltaf hvað gerist, þá er hann búinn að leggja skóna á hilluna. Já. Sem er leiðilegt fyrir áhorfendur, sko. Sorglegt fyrir áhorfendur því að hann er skemmtilegur leikmaður. Hann verður gæði, sko. Það mættu á einhvern daginn. Það var slakur, sagði hann, þannig að já. Gengur betur á golfvellinum. Er það samt? Já, hann sigur. Það er gott. Birgir Leifur er framtíðan, sko, þannig að það er ekki langt að sækja hæfileikana. Nei. Þá er enn eitt hornið hjá frá Þorláks. Bolti Sigurjón Logi. Hörðu! Þetta var ótrúlegt. Nakkar hann. Nakkar hann. Það hefur verið svakalegt. Hann hefur nú skorað nokkur svona furðuleg mörk hann Sigurjón Logi. Já. Hann skorað með hendin einhvern tímann. Það megi nú ekki sem. Ótrúlegt. Pressa. Brynjar gerir vel. Sama Brynjar er farin að vinna skallaboltann. Hann var ekki að gera það í byrjun leiks. Farin að vinna núna. Eitt spil hana, kemur boltinn fyrir. Brynni setur hann í horn. Sjátt þetta Ólaf Tryggva. Já, hann er að horfa. Hann er að horfa. Hann er ammæli fyrir þetta eða eitthvað. Það fyrir tjöfniðum. Já. Mikill meistari. Mikill. Alveg king. Mikill stuðningsmaður þessa liðs. Já, missir ekki að mörgum leikjum. Hörðu. Kemur skotið. Já, menn eru aðeins að gefa í. Já. Það er með ekki skora fyrir hálfleikinn, sko. Nei, það er lítið eftir. 7 mínútur pluss. Ekki mikið uppbót eftir að vera svona tiltölulega rólegur leikur fyrir utan þessi stutta gafla hana á 10. og 11. mínútu þegar Káramenn skoruðu 2 mörk bara á 48 sekúndum. Arnór Valur. Touch. Sveinn Svavar. Tómas Stýr á Sigurjón Loga. Hliðar hann ekki bara í skot? Nei, þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Á stórhættulegum stað. Þetta er mark, ég er að segja ykkur hann núna. Þór Lorenz mun skora. Þetta er mark.
Þetta er... Já, maður hefur séð Þór Lorenz skora... Já, ansi mörg. Já. Úr svona færum. Kýpurinn er mikið, hann er í miðjunni sko. Er Þór að fara að setja hann í fjær þá? Kemur ekkert óvart. Þór Lorenz. Á... Þvílík varsla hana hjá Viðari. Tvöföld. Hann gerir vel. Þór tekur hann niður. Það var vel varið. Ég bara spóla tilbaka til að skoða þetta. Við erum ekki alveg búin að læra á systemið hérna. Nei. Herðu. Þetta er nú... Mikael. Gerir vel. Gæði. Sér hann. Tómas. Pollrólur hann að bara... Búinn að vera... Sigur á miðunni. Hann er bara flottur í dag. Hann er nú bara 18 ára á móti þessum tölvöld eldri leikmönnum hérna. Kemur bolti í gegn, Síran Logi. Gerir vel. Garman eiga innkast. Fengi hann hérna, já. Olbóan í andlitið eða eitthvað. Tómas. Þannig að ekkert á þetta. Heldur að íhamenn gerir eitthvað breytingar í hálfleik? Nei, ég myndur ekki alltaf það sko. Engin Sævar að koma inn á? Nei, minn maður. Nei, það er alltaf ekki hann aðeins inni. Óskar. Hann svo rólegur á boltanum. Það var allt of lengi að þessu. Já. Það er ómikinn tíma. Það er ekki gott þegar maður hafa ómikinn. Töts hana. Sigrún gerir vel. Mikael. Þór sér langan. Langaða. Já, langar alltaf. Það er fyrsta hugsunni á gæðanum sko. Tómas. Siran. Minnir á næstíðan aftur hana. Mikael. Sækir að Kristó. Nór. Gerir vel. Svona Vel spilað. Brynjar. Nei, ég er ekkert á það. Þetta þarf nú að passa sig hana. Þetta var góð spjaldi. Hann er líka með mark og stóðsendingu. Já. Hann er bara allt í öllu hérna. Kristján blakar hann út. Mættur aftur. Já. Sveitsár fer niður svona cirka 5 sinnum í leik sko, það er aldrei neitt af hann, þannig að... Nei, hann er alveg kann að tefja sko. Já, segur. Hann hyllaði mig mikið í fyrra hann Sveitsár, ég vissi ekkert hver það var. Hann kemur allt í einu bara hérna eins og þrumaður heiðskjur lofti og er bara drullu góður. Hann er rock solid sko. Hann er alltaf svona, hann er minnum mig svolítið hérna á hann Átna. Átna Þór. Já. Hann var alltaf rock solid líka sko. Benni með langan. Út á Svein. Fín skipting. Viktor. Tómas á Óskar. Viktor gerir vel. Setur hann Svein. Farðu. Fram hjá honum hana. Farðu. Góð sending. Tómas Týr missir hann. Nei, hann er á potanum á Hektor. Gert hjá Hektori. Sigurón Tómas Týr. Reynir að Fínt setja spil. hann á Axel. Fínt spil. Hotpinna. Það er lítið eftir
maður sem fyrri hálfleik. Ég er ekki alveg viss hver á að taka þetta horn hana. Axel tekur það. Þetta er eitthvað á æfingasvæðinu, myndi ég gíska. Erfiður bolti, erfið sending. En Þór græjar þetta. gerir vel. Þetta er fyrir Tómas. Mikael með hægri. Æfingasvæðið maður. Já. Skila sér alltaf. Það er venjuleg tími fyrir hálfleik sem búinn. Það hlýtur að bæta þetta hönd þarna í Hönd í haus. Þetta var bara óvart. Upp í. Þeir eru líka nauða líkir hérna tvíburarnir Brynjar og Andri. Já, ég þekki ekki mun á þeim, sko. Nei. Brynjar er framherjinn. Já. Mestar íbyrnar. Skar. Sveinn. Erfið sending. Sveinn gerir vel, sterkur hana. Þetta pressar hann, óheppir hana. Sigur. Rennur á boltanum. Hvað gerist hana? Þetta var Ítt í Lorenzen hana. ekki sáttur. Og Herðu, ekki fyrir hálfleikinn. Kristófer Bannað. setur hann á fjær yfir allan pakkan. Og flautar Þorfinnur til hálfleiks. Fínn fyrir hálfleikur. Já, ég myndi segja það að Körmann byrjuðu alltaf helviti vel. Já, komast. Skoruðu tvö fyrstu 12 mínúturnar og svo hefur þetta bara verið svona í kósi gýr, sko. Já. Við komum aftur eftir skamma stund með seinni hálfleik í þessum leik í þriðju deild kalla Kári IH. Sjáumst eftir.
Jæja, við erum velkomin aftur á leik Kára og IH í þriðju deild karla í 7. umferð. Káramenn að vinna 2-0, mörk frá Hector Bergmann og Þór Lorenz sem skoraði mörkin snemma í fyrri hálfleik á mjög stuttum kafla. Það engar breytingar hjá Káramönnum sýnist mér. Nei. Spurning hvað IH-menn gera, þeir þurfu eitthvað kannski örlítið að breyta til. Það var ekki mikið að frétta þarna hjá þeim í þessum leik. Þeir byrjuðu vel hægt og unnu sig svona aðeins inn í leikinn kannski. Já. Það eru Káramenn sem byrjum boltann inn í seinni hálfleik. Engar breytingar á liðunum. Þá fluttar Þorfinnur seinni hálfleikinn af stað. Langur bolti eins og oft áður. Hector fær boltan og tekur skotið. Við sjáum að þegar Káramenn að verjast þá Mikael Hrafn mjög ofarlega í pressunni. Já, þeir pressa hátt, þeir þekkti fyrir að pressa alltaf hátt, sérstaklega í höllinni. Við tekur þetta stutt. Tómas. Róbert. Tómas. Forsættisonurinn. Það er nú uppspunna en þeir halda boltanum. Bolti gegn á Brynjar. Brynjar ætlar að skilja tilbaka en keyrir hann inn í Þór Lorenz. Það er eitthvað rígur hann á milli þeirra. Kemur hann í gegn á Anton. Andri aftur. Það endar hjá Kristján í markinu. Skarp á Svein. Sveinn sér hlaupi á Sigurjón Loga. Tekur hann með sér Sigurjón Logi í skotið. Viðar ver vel og þeir koma þessu í horn. Þór Lorenz með hornið þett inn í markteig. Skoppar hana horn. Það er hérna tvíburarnir Andri og Brynjar sem eru markahæstu IH. Andri með 4 og Brynjar með 3. Aftur Óskar aftanan erfitt. Óskar Vasilevski, hann kom með 1 mark í sumar eða jafnvel 2. Ekki þetta verið að skora mikið í gæðin en Þarna Valur bara
reglur út af. Róbert setur eftir. Þá kemur fyrsta skiptingin. Þetta ekki lengi í seinni hálfleikinn. Róbert Valdimarsson, innan kemur leikmaður númer 8, finnst mér, Dagur Óli Gretarsson, 2005 módel. Yngsti leikmaður IH í dag. Gísli Arnór Anton út á Andra, hann aftur. Hann kominn inn á? Hann kominn inn á hann á miðjunni? Þór kemst inn í sendinguna. Viðar kemur út úr markinu. Setur hann beint út af. Þór Lorenz fagnar þessu innilega. Passion. Kemur inn á hægri kantinn. Hann Dagur og Anton Ingi færi sér niður í hægri bakvörðinn. Þetta er nú brot. Sörlogi endar á hlaupabrautinni. Arnór Valur setur hann upp á Hector. Missir á honum. Mikael Tómas út. Nei. Það er þetta fræga þriðja mark sem við erum að bíða eftir hérna. Það er mjög mikilvægt. Tómas Týr gerir gríðarlega vel. Sörlogi á Axel. Þetta er hraði. Axel, ver þetta Sörlogi. Já, fræga þriðja. Það er komið. 3-0. Hver er liðinn? Og hver lagði þetta upp? Jú, Hector Bergman. Já. Allt í öllu. Það langaði að skjóta. Var bara ekki með... Var ekki stuðið til þess, einhvern veginn? Nei, bakimarkið. Þetta var mjög vel gert. Tómas Týr vinnur boltann á miðjunni. Já, mikilvægt að skora líka svona snemmi í seinni. Þetta spáin þín getur enda ræst. Hvað sagði ég? 4-2. Sem 4-2, já. Jæja, þeir eru alltaf Sævar inni. Já. Sævar Leo inni, þannig að... Þeir hljóta að fara að setja hann inn á bara. Tómas. Langan. Skilum eftir fyrir Anton. Gerir vel. Já. Dagur. Tunga snertingu. Tómas Týr. Skilur hann út af. Mjög sáttur. Gísli fer fram með Óskari hana og þarna er komin í gegn Dagur. Kristján ver þetta einhvern veginn. Varið. Með hundir í jörðina. Já, þetta var varðan fyrir aftan sig. Já. Sigur. Ég held að Kári hafi ekki tapað leik síðan að hann kom í markið. Ég er ekki alveg með á hreinu samt, en... Hornið í stöngina hann að þetta er skrítið. Koma þessi burtu. Gísli, Þór Lorenz kemst inn í þetta á. Nei, Káramann hafi ekki tapað síðan að Kristján kom í markið. Sigur á móti KFK heima, KVF úti og núna er þetta held ég þriðji leikurinn hans.
Skotið á Kristófer. Sko gerir vel. Það er aðeins að opnast hérna. Stutt hot. Kristófer farin aftur. Setur hann fyrir. Bolti. Skallar hann fyrir og þetta er... Þetta lítur að vera hot. Já, ég held að þetta sé eitt að dómur. Búinn að dæma þetta bara afskaplega vel hann. Þorfinnur. Já. Kristófer hotnið aftur. Dagur er hérna með honum. Nú kemur hann fyrir. Þetta er bara lélegt hot, segir þið. Fær annað tækifæri. Kristófer. Alltaf fyrir. Hann nær einhvern veginn ekki að senda fram fyrir Óskar. Og þá koma Káramenn. Þór með sér. Hvað gerir Þór Lórens? Býður. Svolítið lengi að þessu. Já, svo lengi. Axel. Ekki rangur. Þarna kemur Mikael Hrafn. Sendur það fyrir á fjær. En Hektor setur hann í hliðanettið. Sá að íhafmenn hætti eiginlega. Er ég held að þetta var rangstæða? Já, ég er ekki... Ég held að það hafi ekki verið svoleiðis. Gísli. Dag. Bolti. Fýtt bolti. Þetta er touch. Vel gert hann hjá Brynjari. Hann heldur honum út á Dag. Og Dagur er að skora 3-1. Þessi kom inn á. Hann var að koma inn á. Keirum þetta í gang, sagði markmaður íhá. 3-1. Keirum þetta í gang í lag með Frikadór. Jú, þessar. Frikadór. Ég ætlaði að fara honum að meina Hefur hann spilað með íhá? Hans fór á eina æfingu. Hann fór á eina æfingu. Fór ekkert lengra. Það var ekki lengra það. Hann er með einhverja huge tónleika framöndan. Já, á sunnudaginn. Á sunnudaginn. Frí á mánudaginn. Þetta er helgi, maður. Sus. Þetta er... Er þið Arnór Sigurðsson var að stilla inn á leiki. Já. Arnór Sigurðsson var aldrei það heppinn að fá að spila með Káramönnum. Hann fór það ungur út. Því miður. Hann á það inni. Já. Það er gaman að sjá hvort hann klára ferilinn hér með Kára í höllinni. Það fyrir allir að fá að spila með Kára. Það er einhvern veginn... Það er rómantík. Það er rómantík í því. Dagur. Núna eru íhjámenn að sækja. Þetta enda 4-2 eins og ég sagði þetta við leik. Getur bara vel verið. Sigurjón Logi. Hektor. Þór Lórens. Já, langt. Fín sending, góð sending. Það klikkar ekki á löngubolta. Axel. Þetta ná. Fer á hann. Setur hann fyrir. Heldur hann fær hann aftur. Sigurjón Logi. Mikael. Tómas. Þór. Óskar. Hektor heldur hann landa vel. Hektor gerir þetta vel. Tómas út á Svein. Sveinn með hann niðri. En Tómas. Við eigum svona 3 mörk inni. Þetta er vel opinn leikur einhvern veginn. Þessi verður upp í, en það dæmir aukaspyrnu á Benjamin Mihic. Fyrir hvað? Segir nú bara. Andri Júl skilur ekki mikið í þessu. Andri Júl er ekki oft sammála dómarum. Nei. Arnór. Tómas með langan upp á Anton. Tökur hann niður hérna. Þetta á Dag. Markaskorara íhjámanna. Góður bolti fyrir á Gísla. Hann er ekki að gera mikið af þessu.
Kristján setur hann bara Benni er mikið að finna svæðið þannig að milli strækjarinn með góða sendingu upp á Svein. Þetta er allt opið Niður á Þór. Þór tekur bara skotið. Nei, hætti við. Setur hann á fjær á Axel. Axel, þetta er aðeins svo erfitt. Við höfum nú verið bara að sjá Þór fara í skotið hana. Já. Þetta er eitthvað Þeir eru fljótir að taka markspyrnuna. Hún er svolítið snöggur leikurinn og það er skemmtilegt. Við viljum sjá það sko. Anton hefði fær bara með hann út af. Það er erfitt. Bara Garðar Gunnlaugsson, hann er boltasækjari það. Nei. Hvað er... Fín spá Hilmar, hver er ekki fyrstur inn? Kármannum. Þetta er fín bolti þarna. Já. Fyrstur inn hjá Káramönnum. Ég var til að sjá DJ-in Marn og Hilmar koma bara inn á fljótlega. Hann getur okkur með hraða sínum krafti. Já. Hörru, þetta er allt opið hérna núna. Gísli og Kristoffer. Og hann sendur að fara strax í gegn á Brynjar. Hann er rangur. Já, ég held að þetta hafi nú verið rétt hjá hann. Já. Það er ekkert var hérna í þriðju deild kannski. Næsta ári. Kannski. Óskar tekur hann stutt. Nú eru einhverjir menn kallaði til hjá IH. Þetta var nú lélegt. Alltaf skoppar hann á sér og Loga. Dagur, Tómas. Sævar Leo er að koma inn á hérna. Sýrún Logi. Þetta er náttúrulega bara aukaspinna og ekkert annað. Já, og hann dæmir það. Vel gert. 60 mínútur búnar og þetta er allt einhvern veginn bara opið. Já. Það er gaman að sjá hvað þessar skiptingar gera fyrir. Þreföld skipting í vændum hjá IH. Mikael tekur stutt á Axel. Axel keyrir á hann. Fyrir utan á. Fín vörð þarna hjá Antoni. Mikael ætlar hann bara að fara. Arnór Valur. Á Hektor. Sér hann. Brynjar, Kristoffer og þarna fyllir hann við. Arnór og Dagur. Dagur er búinn að vera sprækur. Já, hvar er hann búinn að vera bara? Hann er búinn að vera langt besti maður vallarins sem kom inn á. Thomas. Brynjar fer bara í skotið. Bjarsinni. Auðvelt. Dagur. IH-menn eru einhvern veginn. Dagur setur hann á Gísla. Þetta er erfitt. Henni tekur hann. Tómas bara burtu með það. Káramenn er hans að panika núna. Já. Fá rói í það. Núna kemur þessi þrefalda skipting hjá IH. Kristoffer Dan er að fara út af. 26. Dagur Þór Hafþórsson, Kristoffer og Anton Ingi. Báðir bakverðirnir fara út af og vinstri kanturinn. Það geti verið breyting eitthvað í leikskipulaginu hjá IH. Það farið 3 manna
segja þér. Það leikmaður númer 89, Hákon Gunnarsson, sem kom inn á hérna á miðjuna. Sævar Leó. Já, vinstri kantinn. Og séð ekki ennþá hver Það er hans og há sending. Óskar Kristján var kannski bara langt á Sigurjón Loga, vinnur hann. En já, þetta stutt sending. Þorlóðan skemmti inn á hana og það var Ragnar Darri Daðarsson sem kom inn á nummer 2. Sigurjón Logi. Hann fer inn á teginn, hann skófla sér í... Þetta var ótrúlegt mark. Þetta var alveg gæðið á Sigurjón. Hann bara valsaði sér hérna í gegn og shipa hann bara yfir markmanninn. Þetta er ekki 2 mörk frá Sigurjón Logi. Nú vantar bara 1 frá og þá er þetta rétt hjá mér. Já. Þetta... Fjögur 1 fyrir Kára. Það er nóg eftir þessum leik. Eitt tíma eða svo. Gangur. Sjáum Axel á vinstri kantinn með Kára, menn er aðeins farin að þreytast. Hann er mikið að horfa á bekkinn að biðja skiptingu fyrst mér. Það var eðlilegast að setja DJ-inn Marino Hilmar inn á. Já, hann er búinn að vera koma sér í gott stand. Já, þetta er bara umtalað í bæjarfélaginu, hvað hann er búinn að vera að æfa mikið drengurinn. Hérna er hann að segja, hvað er það? Hann er hann í, ég man ekki hvað það heitir. Þetta er svona metabólgangar, basically. Man ekki hvað það heitir hérna á Skaganum, hann er bara búinn að vera þar. Hann er í ultraform hann. Já, ultraform, kvölds og morgna og að mæta fótboltaæfingar. Þetta er 1 til 3 æfingar á dag. Þetta er ótrúlegt. Og já, en samt treyst að þjálfarinn er hann ekki meira en 15 mínútur í hverjum leik. Ég veit ekki alveg með það, en hann hlýtur að koma inn á núna á bröðum. En formið á Skaganum er unreal. Já. Alveg hitti á DJ Marra. Berast til mín hérna spá frá Magnúsi Björgvin. Vinur mínum, hann heldur að Sigurjón Logi muni skora 3. Já. Magnús Björgvin er mikill spámaður tölfræði og hefur gaman að því að horfa á lið í rauðum treyjum. Aha. Já, hann er mikill valsari og fylgjast vel með Kára þegar þeir eru í rauðum treyjum. Hvernig finnst þér, Sigurjón Logi. Farðu lengra, drengur, lengra. Kemur, þetta endar... En hvernig finnst þér IH-treyjurnar? Ég hef séð það betri. Já. Ég er alveg fan að því að hafa merki í miðjunni, sko, en... Ég held samt að einhvern veginn alltaf að allir séu fyrirliðar með þessu Ég veit ekki með þessar svörtu rendir, það er einhvern veginn að skemma þetta fyrst mér en við virðum... Arnór Valur kemst inn í þetta. Við virðum þetta. Já. Við þurfum svo að fara að fá uppfæslur á hérna Kára-treyjum. Já, Svenni formaður lofaði 9 treyjum fyrir fyrsta leik. Já, hvernig fór það? Við erum ennþá að bíða. Já. 7. leikur og við bíðum enn. Já. Vonandi að fá þær fyrir síðasta leik. Þetta er vel gert þarna. Þorlóðans burti með þetta. Rangstæði aftur og skipting. Síðasta leikur þessar liða endaði 4-1. Já. Þegar Hilmar Hilmarsson, eins og við nefndum fyrir leik, skoraði 3 úr hægri bakverðin.
Ótrúlega framistæða. Hann trúði sig ekki sjálfur, sko. Nei. Ég hef trú á annari þrennu í dag. Já, hann geti komið önnur þrenna í dag. Sigurjón Logi, hann getur spilað endalaust, sko. Já. Gísli Þröstur Kristjánsson nr. 7 var að fara að velli og innan kemur leikmaður númer hvað? Leikmaður númer 99, Bergþór Snær Gunnarsson. Óskar með boltan fram á engan. Það er hann mættur í boltan Bergþór. Kemur fyrir, nei, þetta er í markspyrnu. Bergþór er greinilega hægri fótar. Óskar má ekki vera lengi að þessu, missir hann boltan eins og áðan. Kristján. Stjáni er búinn að vera solid í markinu samt. Já, mjög flottur. Frekar. Sigurjón gerir vel hana. Óskar. Þór Lorentz. Þór Lorentz lítið sért í seinni. Já, það þarf að fara að skjóta bara. Vel spilað. Mikael. Arnór Valur. Maður sér það bersýnilega að Axel er orðinn þreyttur. Já. Það er komið tíma að setja DJ-inn inn á. Hector, innsending hana. Það er ekki rangt það er. Axel. Matti Tómasi. Ég held að Axel hefði ekki vitað sjálfur hvað ætlaði að gera þarna. Mikael, kallar hann í burtu og Arnór. Vá! Brynjar fyrir baki á honum og hann mótmælir. Hann var komið með höndina á korti, sko. Hann Þorfinnur en... Á íhámannin? Já, Já, þetta var soft, fannst mér. Já, mótmælti samt svolítið mikið. Kristján. Upp á Sigurjón, það er bara klassík. Hector alltaf einu skrefi frá seinnibolta. Það eru einhverjar hreyfingar hérna á bekknum hjá Káramönnum. Brynjar á Arnór. Út á Dag. Dagur Óli. Ágúst gerir vel. Nei, Arnór seg. Andri. Kristján. Skellti Stjána. Vel gert. Alltaf fyrir. Bergþór með skallan yfir. Það er tvöföld skipting hjá Káramönnum, syns mér. Það er ykkur hérna sem liggur eftir eða geta það verið Sveinn. Hector er niðri, Axel, já, í teignum er Sveinn niðri, Hector líka niðri. Eins og sagði hann, Sveinn fyrir niður svona 5 sinnum í leik, þetta er í 3. skipti. Smá vatn á hnéð. Já. Það er ekki töfrabragð hjá Andra Júl. Staðin upp. Hann sé að fara út af. Sveinn svo sé ekki að fara út af, sko. Nei. Þetta er Axel og Hector myndi ekki, sko. Já. Eða hvað, Börgur er að koma inn á. Sveitar svo mikið. Tilfæslur á
Skipting næst þá. Ekki núna. Marno heldur lengi að gefa sér til. Það er ekkert nýtt. Lætur bíða til sér. Já, já. Kristján. Sigurjón vinnur ekki þennan. Óskar. Þór framlengir á Hektor nær ekki til hans. Håkon. Sævar út í horni á. Það er Sveinn Svavar undan og skiljónum bara markspyrna. Nú kemur skiptingin. Þreföld. Þreföldi gára, já. Það er Hektor. Kristján kom inn á síðan með líka. Maður er með teipaðan putta þarna. Já, hann æfir svo mikið. Geti líka verið bakar með eðsl. Hektor, Sigurjón Logi og Sveinn Svavar fara velli. Inn á koma Marno Hilmar. Kristján og Börkur. Já. Kristján kemur inn í hægri bakurinn fyrir Sveinn Svavar. Marno fyrir upp á topp fyrir Hektor og Börkur. Hver fór þetta líka? Sveinn, Börkur og Sigurjón Logi. Já, Sigurjón Logi út af. Engin þrennhætta þá. Nei, því miður. Ekki nema maður hendi bara í það. Já. Börkur bara fram líka. Eða ég fer hann bara í hóluna. Marri og Hektor saman. Hektor fór út af. Nei, ég segi Marri og Börkur fyrir ekki. Já. Mikael Hrafn komið með bandið. Andri, boltan fyrir, góð sending og það er alvöru strækir að mark. Bergþór sem að skorar og það er 4-2. Hvað er að gera þetta? Það er 4-2. Það er of mikið eftir eiginlega til þess að þetta verði 4-2. Já, það kemur alltaf annað markið í þetta því miður. Þetta geti endað sem þetta eru markaleikir alltaf oftast inn í þriðdeildinni. Axel gerir vel. Farðu bara. Leið. Tómas stígur hann út þarna. Þetta er bara aukaspyrna. Gult spjald á Tómas. Þórsar reynar að taka þetta hérna. Þetta er ekki alveg skotfæri samt. Nei. Það var ekkert sjokk samt ef hann myndi skjóta þessu. Það er bara bolti fyrir. Viðar einhvern veginn kiksjar hana. Mikael. Sævar Leó hraður. Það fer á Kristján. Arnór í skoti en alveg blokkað á Tómas Týr. Tóma. Dagur sem tekur hornið. Gott horn það er. Herðu, hvað er að gerast? Það eru Káramann að fara að setja niður hérna. Nú er enginn Sigurjón Logi til að senda á. Nei. Barkar hann fram á Börk. Håkon tekur hann. Marno. Mikael út á Þór.
Kristján. Lá Tómas. Allt honum. Benni. Allir niður hann heldur auðveldlega. Börkur. Benni keyrir inn í hana. Þetta er pirringsbrot, svo kallað. Gult spjald. Það sé bara rétt hjá honum. Það var alveg óþarfi. Dagur Óli, hann allt í öllu á IH eftir hann kom inn á. Já. Bolti. Wow. Það endar markspyrna. Kristján, tekur langan. Börk. Alinn. Arná, þetta var óvart. Var nú nýstrípaður líka. Það setur baka á Viðar. Viðar setur hann upp í... Það fer ekki í loftið, þetta er þræðir hann þarna. Óskar. Arnór. Góð sending. Góð bolti. Þetta. Gert. Arnór Valur. Það er aðeins. Það er svolítið teygt á miðjunni hjá okkur núna. Á karmunum. Já, heldur betur. Við þurfum að... Það sér hún alveg fór að velli. Það er aðeins... Börkur er eiginlega bara frammi. Já. Kannski er það bara 4-4-2. Börkur er hann bara frammi. Þurfum að þétta þetta aðeins, já. Það eru 10 mínútur eftir að velja leiktíma. Hér er... Tómas. Alltaf í gegn. Óskar. Kristján er úr markinu. Sævar. Þetta er yfir. Bergþór. Hátt yfir. Bergþór að koma sér í færin. Það er nú kannski bara að fara að taka þetta stutt. Þetta gengur ekki... Ég veit ekki að vinna skatabolta eftir þess að þreifaldi skiptingu. Já, það er rétt þér. Arnór. Mikael. Það er ykkur ískilingurinn að Kristján. Tómas. Það er... Hvað dæmir hann í hvora áttina? Já, jú, þetta var rétt. Hákon, gult spjald. Tómas Týr búinn að vera öflugur. Hvað segirðu? Tómas Týr búinn að vera öflugur. Já, hann er búinn að góður í dag. Axel er núna að fyrir loksins út af, hann er búinn að bíða eftir þessu 20 mínútur. Og hann er búinn að góður í dag líka. Hver er að fara? Það er bara einskipting. Hver er að koma inn á? Það er Bjössi. Bjössi okkar vesti maður. Björn. Óskar. Nei, hann heitir ekki. Björn Darri fyrir ekki. Svona Ása Haralds. Já. Hann var nú með Kára. Var það ekki? Jú. Í smá. Var hann með 1 tímabil. Já. Þá fjöllum við úr annari deildinni. Það er liðsfundur hérna. Marno vill fá boltan. Já. Þór Lórenz kom inn hérna út á vinstri kantinn. Og hann á að krossa hann á Marno, ásakið. Óskar.
Kristján tilbaka Óskar. Þetta er erfið sending. En Benni gerir þetta vel. Setur upp í hornið á Börk. Börkur. Það er honum ekki. Þetta er innkast. Þetta er vill innkast. Gerir það vel. Kristján. Tómas. Börkur. Vel spilað. Mjög vel spilað. Hann sá hann ekki hana. Þór. Tómas. Nór. Halda boltanum Mikael. Kristján gerir vel. Keyrir af stað, hann heldur hann með þá. Já, áfram með leikinn. Gert. Alla leið, þetta er bara, hann er á gulu þessi, Hákon. Gult á Sævar, eða? Já. Það er nokkuð heppinn hérna Hákon að... Þór Lórens. Nei, Ég sé Mikael Hrafn taka upp svona þarna. Og skora. Nei, skaut yfir í að merkja hana. Það er sést ekki eins og ímynd. Jú, hana, Ingimar Bakkar, hann sést þarna. Það var ótrúlegt. Lórens er ná að taka þetta. Já, Sést maður ekki að vera að taka þetta samt. Já. Hvor er frekari? Þeir eru báðir svolítið frekir. Þór er alltaf frekar held ég, en Mækarinn tekur þetta. Spreita sig. Fimm í vegg. Og hann stendur alltaf í miðjunni markmaðurinn. Já, það er Mikael Hrafn. Fín spilna. Já, gett. 500 eftir. Þeir eru fljótir í leik. Kemur bara strax út. Nei. Bara manna upp á Börk. Engi með honum. Vinnur hornið. Eða hvað? Nei, næstu því. Nó. Þór. Marnó setur hann á. Góð pressa, Börkur. Gerir vel. Vörnuna, Benni farin í hausinn, en Kristján ljótur að línu. Staðan í öðrum leikjum er þannig að Vangi Júpiters hafa jafnað móti KFK 2-2, 10 mínútur eftir þar. Já. Hvíti Riddarinn 1, Elliði 3, Elliði kom með 2 rauð spjöld samt sem þar. Kristján eldir. Já, Hilmar. Já. Maður leiksins. Þín mati. Maður leiksins. Hector Bergman mark, 2 assist. Þór Lórens mark. Síðan Logi 2 mörk. Já. Það er erfitt val. Já, Tómas líka var solid á miðjunni. Mjög. Margir hafa bara verið rock solid, sko. Það er skipting í vændum. Það er... Ég ætla að senda Sigurjón Loga fyrirliðan 2 mörk. Já, Sigurjón Logi, hann var líka... Hann var út um allt. Maðurleiksins í dag. Já, Sigurjón Logi. Vel aðeins kominn. Þór Lórens fer að velli. Unnan kemur Kolbeinn. Okkar maður, Kolbeinn Tumi. Já, DJ Kolli. Margir DJ í þessu liði. Kemur inn á Ías Stefánsson. Má það, spyr ég. Já. Það er spurning.
Hann er alltaf að teipa ára báðum, sko. Það er aðalatriðið. Alltaf fyrir, nei. Pressa hana hjá Birni. Tómas. Við þetta bara. Kristján gerir vel. Björn á Marnó. Serran. Arnór. Andri á Tómas og Þetta er bara bolti. Nei. Kon hann skiptir sig yfir en hann er Arnór Valur. Arnór Valur líka bara að vera mjög flottur í dag. Rétt. Hann er eiginlega ekki búinn að stíga feilspor. Það er rétt. Kolli gerir vel. Heldur honum. Aðeins mikið á Kolla. Aðeins svo mikið. Kolli elskar að skilla, sko. Harðu. Mikael Hrafn missir hann hana. Og erum við kærleysir hérna maður. Brynjar. Fær hann aftur. Erum við sending. Þetta Æli. Kristján mjög ánægður með þessa varnarmenn hjá Tómas Týr. Hann misti Mikael Hrafn boltann á miðjunni og Blokkaði Tómas þetta? já. Þetta er bara hann og Sigurinn einhvern veginn. Það er alltaf hægt að velja þetta. Tómas er búinn að vera mjög góður í það. 90 mínútur liðnar. Það er eitthvað uppbót. Þetta er 4-2 eins og staðan er núna. Já. Ah. Það er ótrúlegt. Þetta er boltið fyrir. Nei. Þetta er bara markspyrna. Kristján er ofpeppaður. Þetta er passið sem við viljum sjá. Sko. Við viljum sjá svona ástriðu. Hann er endur ekki búinn að tapa leik. Ágúst. Sjá, ég held að segja Ágúst, pappans Ágústi Vals. Sævar gerir vel. Sævar var að byrja í þessu íhjólið allan daginn, sko. Mas með boltan. Þetta er eitthvað. Bakrydding, já. 6 mínútur. Segir þjálfari í hjá. Er það ekki á mikið eða? Jú, er það ekki það? 4 mörk seinna hálfleik. Já, eitthvað meiðsl. Nóg af skiptingum. Börkur gerir vel. Já, Kolli minn, einn í gegn. Koma Kolli. Kolbeinn setur hann 5-2. Við miður Hilmar. Þá er þetta 5-2. Svo Maggi B sagði hérna að hann 5-2. Maggi B. Það er bara þannig. Kolli gerir þetta. Börkur flikkaði vel í gegn. Já, vel gert. Börkur Bernhard. Þetta er bara sigla þessu heim. Stigin 3 á toppnum. Já. Þessu staðan núna. Augnablik leik inni helgina gegn hvað var það, Magni? Já. Við vinnum fylgjast með þeim leik. Þeir eru ekkert. Það hlýtur að fara að styttast í augnablik Kára. Þeir hafa ekki keppt. Nei, það verður leikur, skal ég segja þér. Augnablik Kári miðvikudaginn 3. júlí í Fífunni. Fjölmennum að hann leik. Það verður leikur. Svo er hérna, hvenær koma þeir hérna í höllina, það verður ekki. Það er seint. Það er mjög seint. Það er eitthvað síðustu leikum tímabilsins. Þetta sé næst síðasta leikur. Nei, betur við. Það er næst síðasti leikur Kára í deildinni er
Og það er síðasti heimleikur Kára. Já. Sérðu? Haltu línunni, Kolli minn. Kolli. Mikael Hrafn fer bara í skotið. Áhugavert, fær hornið. Ef við hérna tökum mark á því sem að þjálfari IH sagði, þá eru svona 3 mínútur eftir. Við höfum 1 mark inni. Það er svona Premier League uppbótartími. Já. Það er Mikael með hornið, beint á Viðar. Hann bara sparkaði þessu langt. Þræðir hann enn og aftur. Óskar Vasilevski. Góður að þræða hana. Já. Það er vel gert. Andri. Hérna við Mehits komin í pressuna hana. Tómas. Hákon. Líkar hann lenga á Brynjar. Óskar eldi. Hann kemur á. Dag. Kristján Ver. Kristján. Alveg reaksjón þetta frá Stjána. Sigur í markinu. Þetta var geggjum markaslega hann. Hann er bara mjög flottur í dag og verður að gefa hann það. Þetta er framtíða markmaður. Já. Þetta er nei, þetta er markina. Ekki bara að fara að flauta þetta, það er ekkert. Meldur sér, nei. Óskar. Mikael Hrafn. Aleinn. Setur hann upp á Björn. Marino er í bóksinu. Það er horn. Dómarinn lítur á klukkuna. Lítur að líta eftir þessu. Er þetta ekki svona síðasta? Jú, þetta er með því síðasta í þessum leik. Það er bara Björn sem hann tekur hornið. Setur hann niðri. Ætlar að setja hann Mikael, en Mikael gerir vel. Mist Mikael líka bara góður. Við erum ekki búin að tala mikið mann, bara sigur í dag. Mjög góð framistæða heilt yfir hjá Karolínu. Já, segðu það. Þá er það flautar. Já, þarna fennur af staðan 5-2. Káramönnum í vil. Mörkin skoruðu Hector Bergman, Þór Lorenz, Sigurjón Logi með 2 og svo var það Kolbeinn sem skoraði þetta 5. markinn í lokin. Það voru svo Dagur Óli og Bergþór Snær sem skoruðu mörk í hámanna. Við segjum þetta bara fínt hér úr Akraneshöllinni. Auðunnit ég og þakka Hilmari Halldórssoni gælaði fyrir samfélgina hér. Einnig viljum við þakka Ingimar Elvari fyrir myndatöku og útsendingarstjórn. Já. Við verðum aftur hérna einhvern tímann fljótlega. Annars bara takk og bless.